Við ætlum að kíkja á hvernig á hanna stór dagatöl í Pixel Designer Online. Við byrjum á því að fara á heimasíðuna, þar að finna upplýsingar stærðir, pappír og verð. En við byrjum á því að velja hvernig dagatal við ætlum að búa til. Við ætlum að sýna ykkur hvernig á að búa til blátt dagatal. Byrjum á því að skrá okkur inn. Hérna sjáum við myndaflöt fyrir forsíðu. Við náum í myndina hérna uppi í vinstra megin, ég mun bara íta á bláa takkan. Við getum hlaðið þeim inn á serverinn. Við getum valið marga myndir einu eða eina. Tekur kannski smá stund fyrir eftir hvað myndirnar eru stórar. En við eigum að geta byrjað að hanna nokkuð fljótt. Við veljum hérna útlit í stóra dagatölunum. Hérna sér það að við erum með nokkur útlit til að veljum. Við getum einfallega dregið þau hérna inn á forsíðuna. Hérna sér það að við erum með 2 myndfleti. Það er líka önnur útlit þar sem er bara ein stór mynd eða 4 myndir, hvernig sem er. Skulum bara byrja að gera svona og setja inn eina mynd sem fyllir alveg út í forsíðuna. Hérna er hægt að bæta inn texta með að tvísmella á textan. Hægt er að eyða út hinum textanum bara með að velja hann og íta á delete. Það er hægt að breyta leturtegundinni og stærðinni. Einnig er hægt að breyta litnum. Förum núna yfir á blaðsíðu 2 sem er þá myndaflöturinn fyrir janúar. Þar þurfum við að gera það sama, setja inn útlit fyrir þennan myndaflöt. Setjum aðra heilsíðu mynd. Drögum bara myndina inn á myndaflötin. Hérna förum við á blaðsíðu 3 sem er þá neðri hlutinn á dagatælinu í janúar og myndin sem er hérna blaðsíðu 2 vinstra megin við, það er sem sagt myndaflöturinn fyrir janúar. Ef við viljum setja inn afmælisdaga þá getum við sett hérna inn textabox. Setta hérna inn á 50 daginn. Setjum við hérna smá texta. Hann er svolítið stór, þannig að við getum farið hérna og minkað hann. Við ætlum ekki að hafa hann yfirstrikaðan. Við getum líka breytt aftur leturtegund. Einnig getum við sett inn myndabox. Dreigja myndina inn í það. Ef við nota einhverja mynd minna okkur á eitthvað. Og svona förum við í gegnum allar síðurnar. Myndaflötu fyrir febrúar og mars og apríl. Það er hægt að setja inn, eins og ég sagði áður, 2 myndir hlið við hlið. Ef við viljum til dæmis eins og hérna laga staðsetningun á myndinni, þá er nóg að tvísmella á hana og stilla af hvaða hluti af henni á að birtast. Hérna getum við breytt útlit bara með að draga hérna yfir og þá þurfum við að breyta aftur stillingunni á myndinni. Ef við erum nokkuð sátt við hönnunina þá getum við farið hérna í sýnishorn. Þetta sýnir okkur hvernig dagatala eftir að brendast út. Við sjáum hérna á þessari síðu að það eru rauðar línur allan hringinn. Þetta eru skurðarlínurnar og það er mjög gott eins og hérna að láta myndina ná aðeins út fyrir. Við viljum ekki fá hvíta línu inn á dagatalið. Við getum rent hérna snöggvast í gegnum allar blaðsíðurnar. Ef við erum á sátt í dagatalið þá getum við farið strax í pöntun eða haldið áfram að breyta því, að vinna í dagatalinu. Ég ætla hins vegar að sýna ykkur hérna að það er hægt að vista hvenær sem er og halda áfram.
skýrum þetta eitthvað og síðan getum við farið inn á pöntun.pixel.is, skráð okkur inn og haldið áfram að vinna í þessu verkefni seinna. En nú ætlum ég að sýna hvernig á að panta. Smellum hérna upp í hægra horninu, forritið fer yfir og það er enga villu sem það finnur. Það gæti verið að mynd sé of lélegri upplausn eða textabox sé ekstra of lítið og einhver texti sjáist ekki. Það er þó gott að fara tilbaka og laga það. En við ætlum að staðfesta þetta sé í lagi. Þá þurfum við að velja fjöldan og uppfæra verðið. Hérna getum við haldið áfram. Þá er að velja hvernig afgreiðslan verður á pöntuninni. Það er hægt að sækja eða fá send. Ef við veljum hérna að fá send, þá þurfum við að staðfesta heimilisfangið. Þá getum við haldið áfram yfir á greiðsluna og þegar búið er að ganga frá greiðslu, þá færðu staðfestingu senda með tölvupósti og svo aðra sem færðu annan tölvupóst þegar pöntunin er tilbúin. Ég þakka kærlega fyrir og gangi ykkur vel að hanna.